It's Wednesday. It's Wednesday today. Já. Getting ready. Just give us a minute for the people to come in on the channel. Já. Ég var eftir að fótona aðeins inn á skjáinn. Sjá. Alltaf vera tilbúið ástu mín. Alltaf vera tilbúið. Everything getting ready. Allt tilbúið bra. Everything's ready. Everything's ready. Allt tilbúið. Já. Já, síki minn. Já, alveg minn. Við erum velkomin á skjáinn og hér á Grace Church Daily Prayer. Be welcome to the screen here on Grace Church Daily Prayer, and may these words today that we are going to read today to you from John, and we are going to read from John chapter 9 and 10 today. Og við ætlum að lesa frá Jónas Guðspjalli 9 og 10 í dag. Var það ekki? Var það ekki í dag? Nei, ég held að hafa þetta sko. Var það ekki 9 og 10 í dag? Eða? Nei. Það við kýtt á. Las ég ekki þetta eða... Jú, ég las þetta. 9 og 10. Góðhirðurinn. Góðhirðurinn. 11. Nei, 11 og 12. 11 og 12 í dag. Já. 12 í dag. Nei, við tökum bara 11 kannski. Það er bara 7. Getur við séð? Ég veit það að því ég tók Jesus góður hirðurinn. Það er 12. Getur við séð það? Já. We're gonna go over things that we have everything right here today, so we don't skip anything. Við fara yfir svo við sleppum ekki neinu. Ekki svoleiðis sko. Ég las þetta. We're gonna go over things. Okay. See if everything is right. John check. Why is... Það er að höfða aðeins þessu. Gefa okkur smá tíma við Grace Church Daily Prayer, Iceland, through the Gospel. We are reading the good news, and we love reading the scriptures and getting them through to you, our team here, who are listening. Sem með Jónasar Guðspjalli, og við erum að fara í gegnum það. In Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Tuesday. Everybody say amen. Amen. Já. Good. Always, for all of us. Wonderful. Ok, augnablik. Áfram. Gat og Elias greitu þessum nöfnum. Verðinaði og beautiful Tuesday. And now I'm gonna start reading from John. We're gonna read chapter 9 and chapter 10 today. Okay. We got it right now, and we are in. We're gonna read today. We're gonna read chapter 11 and 12 today. 11 og 12. Og við ætlum að lesa í Jónasar Guðspjalli 11 og
12 í dag. Já. Og síðan aðeins við, ég ætla að sjá hvor kaflinn ok. Þá lest þú 12. kafla og ég les 11. kafla. So I'm gonna read today the chapter 11 and my wife is gonna read chapter 12 today. And that's her number. She is born on the 12th, so she's gonna read chapter 12. Og fæðingardagurinn hennar 12. Svo hún les kafla 12 í dag. Og með þetta vera blessun til ykkar sem að hlusta. May this be a blessing to you who are listening. Like always, we always play this for you in King James 16:11. For you who are listening in other countries, and so we play this in English, and we have always we always play King James 16:11 because beautiful scripture and it's beautiful to read. Eins og við vitum að flesta Íslendingar þeir skilja íslensku og ég er mjög gott að hlusta á King James 16:11. Þetta er falleg ritning og velskrifuð og mæli ég indrið með því að til hlusti á skrifin í 16:11 King James. Like we always start this here in Grace Church Daily Prayer, my beautiful, beautiful, beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Mín fallega kona ætlar að byrja þetta með litli bæn. Já, elsku Jesús, ég leggjum svo stundir þín í hendi, Drottinn minn. Heilagarandi, ég bið svo blessu varir okkar Sigga, Drottinn minn, og gefi þeim sem eru heima frið í huga sinna hjarta sitt og Sigga líka, og þú blessur okkur öll. Í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Við erum að lyfta nöfnum upp í náðuna. We're going to lift up name of the grace. Við erum að lyfta upp Lindu, Sigurði, Kamilu, Jónu, Ómari, Söndru, Aniku, Ólafíu, Óskari, Helgu, Sveini, Inga, Önnu, Einari, Söru og Magnúsi. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And we ask you to lift them up to God and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them because God knows what they are dealing with, and the only thing we need to do is pray for them, and God, like always, answers our prayers and sends His blessing on them. In Jesus' name, amen. Amen. Og eins og við vitið að biðja ykkur að biðja fyrir þeim nöfnunum sem við lásum hér upp og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að hjálpa þeim við það sem þeir eru að eiga við, því Guð veit hvað þeir eru að eiga við og eina sem við þurfum að gera að biðja fyrir þeim og Guð veit hvað þeir eru að fást við og Guð mun blessa þau. Því hann svarar bænum okkar. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Amen. Amen. That's okay. Okay. Now I'm gonna start reading this. Amen, Óðinn. Alltaf gott að hafa þig hérna, Óðinn. God bless you too, Georg. Georg, may God bless you. May God bless you all here who are listening here on Daily Prayer. Yeah. And we love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna á Íslandi og verið velkomin.
að hlusta á Guðs orð í Jesú nafni, amen. To listen to God's words in Yeah. Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Wednesday. Amen. Amen. Just have a little sip of water. Já, I'm gonna start. Ég ætla að byrja. Maður var sjúkur Lasarus hét, frá Betaníu þorpi Maríu og Mörtu, systur hennar. En María var sú smurði drottins smyslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lasarus var sjúkur. Nú gjörði systurnar Jesú orðsending: Herra, sá sem þú elskar sjúkur. Þegar hann heyrði það, mælti hann: Þessi sótt ekki banvæn heldur Guði til dýrðar, að Guðssonur vexa með hennar vegna. Jesú elskaði þau Mörtu og systur hennar Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Á þeim liðnum sagði hann við lærisveina sína: Förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann: Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlaðir þangað aftur. Jesús svaraði: Eru ekki stundir dagsins 12? Sá sem gengur að degi hrasar ekki því hann sé ljós þessa heims, en sá sem gengur nótt hrasar því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá: Lasarus, vinur vor, sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans: Herra, ef hann sofnaður batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus dáinn, og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skuli trúa, en förum nú til hans. Tómas, sem nefndist Tvíburi, sagði þá við hina lærisveinana: Við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesús kom var hann þess vís að Lasarus hefði verið 4 daga í gröfinni. Betanía var nálægt Jerúsalem, hér bil 15 skeiðrúm. Þaðan margir gyðingar voru komin til Mörtu og María hugga þær eftir brostmissinn. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma fór hún á móti honum, en Marta sat heima. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefðir verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti: Ég upprísan og lífið. Sá sem trúar á mig mun lifa, þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúar á mig mun aldrei eilífu deyja. Trúið þú þessu? Hún segir við hann: Já, Herra, ég trúi að þú sért Kristur, Guðs sonur, sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór hún og kallaði á Maríu, systur sína, og sagði í hljóði: Meistari hér og vill finna þig. Þegar Marta heyrði þetta reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Gyðingarnir sem voru heima hjá Maríu að hugga hana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út, og fóru þeir á eftir henni. Þeir hugðu að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. María kom þangað sem Jesús var, og hún sá hann, féll hún honum til fóta og sagði við hann: Herra,
ef þú hefði verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. Þegar Jesús sá hana gráta og gyðingana gráta sem með henni komu, komst hann við í anda og var hræddur mjög og sagði, hvar hafið þér lagt hann? Þeir sögðu, Herra, kom þú og sjá. Þá grét Jesús. Gyðingar sögðu, sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkur þeirra sögðu, gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda einnig varna því að þessi maður dæi. Jesús varð aftur hræddur mjög og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir, takið steininn frá. Marta, systir hins dána, segir við hann, Herra, það er komið nálykt af honum. Það er komið á 4. dag. Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir munt þú sjá dýrð Guðs. Nú var steinn tekinn frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti, Faðir, ég þakka þér og þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi að þú hafi sendt mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu, Lasarus, kom út. Hinn dáni kom út, vafinn líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundinn andlitið. Jesús segir við þá, leysið hann og látið hann fara. Margir gyðingar sem komnir voru til Maríu sáu það sem Jesús gjörði, tóku nú að trúa á hann, en nokkrir þeirra fóru til farisea og sögðu þeim hvað hann hefði gjört. Æðstuprestarnir og farisearnir kölluðu þá saman ráði og sögðu, hvað eigum við að gjöra? Þessi maður gjörir mörg dál. Ef við leyfum honum að halda svo áfram, munu allir trúa á hann. Og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidómor og þjóð. En einn þeirra, Kefa, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá, þið vitið ekkert og hugsið ekkert það að yfir er betra einn maður degi fyrir lífin en öll þjóðin tortímil. Þetta sagði hann ekki að sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur það ár gat hann spáð því að Jesús myndi deyja fyrir þjóðina. Og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðu börnunum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann af lífi. Jesús gekk því ekki lengur meðal gyðinga á almannafæri, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina í þorp sem heitir Efraím. Og þar dvaldist hann með lærisveinum sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga og margir fóru úr sveitinni upp til Jerúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidómnum. Hvað haldið þér? Skyldi hann ekki koma til hátíðarinnar? En æðstuprestar og farisear höfðu gefið út skipun það, ef nokkuð vissi hvar hann væri, skyldi hann segja til, svo að þeir gætu tekið hann. Kapli 12 og nú ætla að lesa. Sex dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu, þar sem Lasarus var. Sá er hann vakti frá dauðum. Þar var honum búinn kvöldvörður og Marta gekk beina, en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum og nardusmislum og smurði fætur Jesús og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi við smyrslana. Segir þá Júdas Ískaríot, einn lærisveina hans, sá myndi svíkja hann. Hví voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara?
og gefin frá tækum og gefin fátækum. Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér annt fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pyngjuna og tók það sem í hana var látið. Þá sagði Jesús: Lát hana í friði, hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafið þér ætíð hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávallt. Nú komst allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri þarna, og þeir komu þangað ekki aðeins hans vegna, heldur til þess að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá réðu æðstuprestarnir af að taka einnig Lasarus af lífi. Því vegna hans sneru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Sá mikli mannfjöldi sem kominn var til hátíðarinnar frétti degi síðar að Jesús var að koma til Jerúsalem. Þeir tóku þá pálmagreinarnar, fóru út á móti honum og hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist að bak honum og eins og skrifað er: Óttast ekki, dóttir Síon, sjá konung þinn kemur ríðandi á östnu fola. Lærisveinar hans skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn, minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var, þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldinn á móti honum, því menn höfðu heyrt að hann hafði gjört þetta tákn. Því sögðu farísear sín á milli: Þér sjáið að þér ráðið ekki við neitt, allur heimurinn eltir hann. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar Bethsaíu í Galíleu, báðu hann og sögðu: Herra, oss langar að sjá Jesús. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesús. Jesús svarar þeim: Stundin komin að mannssonurinn verður gjörður dýrlegur. Sannlega segi ég yður, ef hveitikornið fellur ekki í jörðina og deyr, verður það áfram eitt, en ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glata því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir, og hvar sem ég er, þar mun og þjónn mun vera. Þann sem þjónar mér mun Faðirinn heiðra. Nú er sál mín skelfd, og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Nei, til þess er ég komin að þessari stundu. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni: Ég hef gjört það dýrlegt og mun gera það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldinn sem stóð og hlýddi á sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðrir sögðu: Engill var að tala við hann. Jesús svaraði þeim: Þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað, og þegar ég hef verið hafinn upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann átti að deyja. Mannfjöldinn svaraði honum: Lögmálið segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upphafinn? Hver er þessi mannssonur? Þá sagði Jesús við þá: Skamma stund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer.
trúað á ljósið, meðan þér hafi ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór í burtu og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo rættist orð Jesaja, spámannsins, hann mælti: Drottinn, hver trúði boðin voru, og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda sagði Jesaja á öðrum stað: Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjáu ekki með augunum, né skilji með hjartanu, og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta því hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna faríseanna, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður mannanna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði: Sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig, og sá sem sér mig, sér þann sem sendi mig. Ég ljós heimsins, ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sá sem á við trúið sé áfram í myrkrinu. Ef nokkur heyrir orð mín og gæti þeirra ekki, þá dæmi ég hann ekki. Ég ekki komið til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því ég hef ekki talað á sjálfu mér, heldur hefur Faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorðið hans eilíft líf. Það sem ég tala ég því eins og Faðirinn hefur sagt mér. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Amen. And now we are gonna play this in King James 16:11. Yes. Nú ætlum við að spila þetta í King James 16:11 og Já. því hér á Íslandi hlustið á fallegu orð eins og þetta er skrifað í King James 16:11. Yndislegt að hlusta á og nú þess að kona mín að spila þetta, fallega kona mín. Já. Í Jesú nafni, amen. Amen. John 11. Now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister, and Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. These things said he, and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go, that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Howbeit Jesus spake of his death. But they thought that he had spoken of taking of rest and sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead, and I'm glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, Let us also go, that we may die with him. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off,
And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee. As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him. Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him. The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there. Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled, and said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see. Jesus wept. Then said the Jews, Behold, how he loved him. And some of them said, Could not this man which opened the eyes of the blind have caused that even this man should not have died? Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Jesus saith unto her, Said I not unto thee that, if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto him, Loose him, and let him go. Then many of the Jews which came to Mary, and seen the things which Jesus did, believed on him. But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? For this man doeth many miracles. If we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and nation. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all, nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. And this spake he not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation, and not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. Then from that day forth they took a counsel together for to put him to death. Jesus therefore walked no more openly among the Jews, but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples. And the Jews' Passover was nigh at hand, and many went out of the country up to Jerusalem before the Passover to purify themselves. Then sought they for Jesus, and spake among themselves as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast? Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment that, if any man knew where he were, he should show it, that they might take him. Ooh. John 12.
Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, Why was not this ointment sold for 300 pence, and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein. Then said Jesus, Let her alone. Against the day of my burying hath she kept this. For the poor always ye have with you, but me ye have not always. Much people of the Jews therefore knew that he was there. And they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead. But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death, because that by reason of him many of the Jews went away and believed on Jesus. On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna! Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon, as it is written, Fear not, daughter of Zion, behold, thy King cometh, sitting on an ass's coat. These things understood not his disciples at the first. But when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bear record. For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle. The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? Behold, the world is gone after him. Then there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. Philip cometh and telleth Andrew, and again Andrew and Philip tell Jesus. And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? But for this cause came I unto this hour. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said, An angel spake to him. Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This he said, signifying what death he should die. The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth forever. And how sayest thou, the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him, that the sayings of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? And to whom hath the arm of the Lord been revealed? Therefore they could not believe, because that Isaiah said again, He hath blinded their eyes, and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart,
and be converted, and I should heal them. These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him. Nevertheless, among the chief rulers also many believed on him. But because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they loved the praise of men more than the praise of God. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that sent me. I am come, a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. And if any man hear my words, and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak. And I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say, amen. 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 Já. And may these words be a blessing to you, og með þessu orð sem að lásum hér í dag Já. vera blessun til ykkar, Amen. eins Yes. og er ávallt til okkar. Því förum við hér í gegnum ritninguna og lesum fyrir ykkur ritninguna og þið farið í gegnum hana með okkur og við erum bara að koma góðu fréttunum áleiðis og það er okkar hlutverk hér í Grace Church, Daily Prayer, það er að koma skilaboðunum til ykkar og láta ykkur njóta þeirra stundar þar sem að Guð er að tala til okkar í gegnum ritninguna. Í Jesu nafni, amen. That God is talking to us through the scriptures and we are just receiving His word. And may this be a blessing to you. Now, like always, if you are listening here and you haven't received God into your heart, then I'm gonna give you the opportunity to have these words after me, because God promised, if you believe that God, that Jesus went on the cross, died for your sin, and He cleansed you from all sins with His blood, and He rose on the third day, and He is alive today, and you believe that in your heart, then the Holy Spirit, the helper that He gave us, is going to come into your heart and save you. And this is a promise from God, and then you can receive the blessings from Him, because then you can talk to Him and take the blessings that He wants to give you, because He loves you. Amen. Amen. He loves everybody. He loves, because all of us are His children. We are His creations, and to receive His blessings we need to take the step of believing in Him, then we can receive the blessings from Him. We need to believe. Yes. It's, that everybody has to take to be a Christian. Og nú ætla ég að gefa ykkur tækifæri til sem er að hlusta, að þið sem hafa ekki tekið Guð inn í hjarta ykkar að gera það núna og eiga þessu orð eftir mér, því að Guð lofar því að ef þú trúir að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar og hreinsað þig algjörlega af þinni synd með blóði sínu, og hann hafi risið á þriðja degi og hann sé lifandi í dag, að þá
muni heilagur andi, hjálparinn sem að starfandi hér á jörðinni, að hann mun koma inn í hjartaðið og þá getur þú beðið til hans og beðið hann að hjálpa þér og hann mun hjálpa þér því hann elskar þig og hann vill hjálpa þér og hann elskar okkur fyrst og það er ekki að við elskum hann fyrst, heldur hann elskaði okkur fyrst því hann bjóð okkur til að sköpunin við erum sköpunum hans og þannig það og hafið því orðin sem ég hef hér og ég ætla að hafa þetta á íslensku fyrst og hafið þetta eftir mér svo sem þetta að hlusta og þá mun Guð senda sinn heilaga anda inn í hjarta þér og frelsa þig. Í Jesú nafni, amen. And if you have these words after me, then Jesus is gonna save you and the Holy Spirit is gonna be in your heart forever. In Jesus' name, amen. Svo hafið svo orð eftir mér, þú sem vilt taka Sus, það er glas. Stopp. Ok. hafið svo orð eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs, ég trúi sér sonur Guðs, ég trúi að þú dáðir á krossinu fyrir syndir mínar ég trúi að hafa dáið á krossinu fyrir syndi mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Ég trúi að þú rísir upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mér nýrri sköpun í þér. og gerði mér nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús, Þakka þér Jesús, að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, er í nýsköpun, fyrirgefinn, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður þér. og elskaður þér. Í Jesú nafni, amen. Og vertu velkomin í Guðsríkið, Já. þú sem hafðir þetta eftir okkur. Í Jesú nafni, amen. 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 Velkomin. Velkomin í hópinn. Já. And now I'm gonna read this in English, so have these words after me, and if you wanna receive God into your heart. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And be welcome to the team.
of Christ. Já. Yeah. Amen. May this be a blessing to you, and we welcome to the team Yes. of the Christians. May this be a blessing to you. And so I'm good. I'm just answering some questions here that I'm feeling good. And Yeah. I'm feeling good. No, we're just getting some questions here on the screens, and we are on many platforms here, so Yeah, I'm good also, yes. yeah. we are feeling very good. Yeah. As long as we stay with Jesus, then we are feeling good. Amen. 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 And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Amen. Amen. Og allir segja amen á þessum yndislega miðvikudegi. Okkur líður vel. Amen. Svo lengi við fylgjum bara Jesú. Þá líður okkur vel. Amen. Amen. Þá erum við ekki að gera einhverja vitleysu. Then we are not doing something foolish things, and we are following Jesus. Yes. That's the main thing is like just follow him, because like Jesus said, Yeah. there is no good man. Eins og Jesús sagði, það ekki góð maður, og því það ekki fullkominn maður, og there is no perfect man, and that's us. We have a free will, and our free will is always leading us to temptations, and that's the thing we are dealing with. Og þessi frjálsi vilji okkar alltaf að leiða okkur í einhverja freistingar og leiðir okkur oft út í villu, og við gerum vitlausur, og það bara þannig, og við getum verið að bara keyra og í umferðinni, og við getum orðið pirruð í umferðinni, og þá erum við komin út fyrir það sem við að vera. And we can be just driving in the car, and just in the traffic we can lose our mind going somewhere else that Jesus doesn't want us to go, and that's our free will of not keeping control, and Yes. that's our problem. Be focused on him and always be in love with the neighbor, and always remember this. Tell your loved ones you love them, and tell your wife you love your wife. Wife, tell you love your husband, and tell your children you love them, and pray for your children, and love your neighbor as yourself, and pray for your enemy. Then God is going to bless you, because these are all children of God. Doesn't matter whether they are or where they are from or whatever. These are his creations, so we have to pray for all people. Amen. Amen. This is being a Christian. We pray for everybody. Doesn't matter if you're a Muslim or whatever, we pray for you. Yes. Amen. Amen. It's just we get a lot of people here With religions or something. from other religions and saying something, but this is being Christian, and it's just we pray for everybody. This is just because you are a child of God. Amen. 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 That's it.
munið á allt að segja við fjölskyldunum ykkar, elskið fjölskyldu ykkar og maður fjölskyldunar segir þú elskir konuna þína og börnin og einnig að konan í fjölskyldunni segir manninum og elskir hann og einnig segir börnunum og elskir þau og biðji fyrir börnum ykkar og elskiði náungan eins og sjálfan ykkur og einnig biðji fyrir óvini ykkar og þá mun Guð blessa ykkur. Skiptir ekki hvaða mál trúar eða hvar manneskjan því við erum öll sköpuð af Guði og Guð segir okkur að biðja fyrir börnum sínum. Amen. Og það ekki eitthvað sér börn, eitthvað, það eru öll hans sköpun. En við sem tökum við trúnni, við fáum bara blessanir hans. Því við fylgjum orði hans og þá fáum við blessanir hans. En sá sem trúir ekki á þetta, hann getur ekki fengið blessanir út ef hann trúir ekki. En það bara munurinn. Og the difference is between the believer and the non-believer. The non-believer is not going to get the blessing from God because he doesn't believe, and the believer is going to get the blessing from God. And that's how it works, because we have to believe. Like Jesus tells us, you have to believe in him. Like the Jews, they didn't believe in him, so they don't get the blessings. And we, the Christians who believe, we get the blessings. And they rejected him, so they went away from him. So that's how it is. That's how God tells us this is. And eins og Guð segir, eins og með gyðingurinn hafnaði honum og þar af leiðandi þá fór hann frá blessun hans og þá hann ekki í hópi með þeim sem trúa á Jesú. Og það verður allir að taka þá ákvörðun, það verður allir að fá blessunina og það bara þannig. Og það orðið segir þetta. En það eins og gyðingurinn vill segja það að við eigum að trúa eitthvað á hann og hann segja að deyja fyrir syndir okkar, svo trúðar hann ekki við Jesú og þetta segir ekki orðið og orðið segir bara að þú trúir á Jesú og þá það þannig, þá tilheyrir honum. Það strangt ekki hérna fram en fólk vill reyna að túlka eitthvað oft á sinn hátt. People are always trying to interpret something differently and say something different than the word is saying. And we know what we read, and doesn't matter what people are saying. That's why God tells us always, don't listen to the people, listen to God. And Amen. Amen. Not some culture things like misleading people, and it's just like this is. Yeah. And that's why we are just here. We are just telling the truth. Amen. Amen. Yeah. Við erum bara að segja sannleikann og við erum bara að koma sannleikunum á leiðis í Jesú nafni. Amen. Amen. Svo getur fólk verið að diskutera eitthvað á milli sín. Já. Og með þetta
Ekki alveg. Ná, svona. Það bara fólk og það eins og bara það alltaf verið að reyna að fá okkur til þess að rífast einhverja hluti en það bara lesið ritninguna og ritningin segir okkur til Guð gaf okkur visku og Guð segir okkur að við höfum að leita í orðið og þar viska okkar en ekki hjá mönnunum. Ekki vera að hlusta á eitthvað, ef það stendur hér og þetta svona en ekki að fara í eitthvað sem ykkur að reyna að fara að hoppa á milli versa og reyna að búa til einhverja þýðingu fyrir þig. Það alveg út úr kortinu, alveg svo þeir að hoppa frá Nýja testamentinu og hoppa aftur í Gamla testamentu og reyna að búa til einhverja hluti. Ég get alveg búið til fullt af vísum út úr þessu og búið til alls konar kenningar. En það bara algjörlega rangt og eins og Jesús sagði, það mun engin spámaður koma eftir mig. Það bara, þegar hann kemur aftur, það ekkert að koma einhver á milli hérna og það bara falsspámenn. Og það við erum búin að eiga í gegnum tíðina með alls konar svona menn sem hafa verið að reyna að breyta hlutunum og láta alltaf eins og Biblíuna og nútímalega mál segja þér og vera að breyta ritningunum og taka út úr og segja að til ekki í ritningunni og annað. Svo ritningin 73 rit en hún ekki 66 rit, hún 73 rit en upprunalega ritið 76 rit frá upprunalegu kirkjunni sem orthodox og orthodox eftir 100 eftir Krist og það upprunalega kirkjan sem gefur katólíkinn og sameinast að gera Nýja testamentið en það þannig en upprunalitið 76 rit og svo annar rit sem 80 rit og þannig það. Ég get alveg farið inn í guðfræðina og inn í það en það sem að dýpra ég get að ég læriður í guðfræði og sögu og þekki söguna vel. I've learned history and Bible learned for 20 years and I know the history of the Bible and the history around all this and what they did and what they took out and what they have been doing through the years and just remember God is love, just love. He's not judging us. He's always like now we are under grace. Yeah. Amen. We are not under law, like people are mixing the law with grace. Jesus Christ came with grace. And we are under grace, that means if we do something wrong, He always forgives. He forgave us once and for all, and for all mankind, all men. That's why He went on the cross, and He finished the things on the cross. And when you read the Bible, then you have to understand one thing. When you're reading it, there's Jesus showing us God. Jesus is God, and He's showing us how to do things. And when He went on the cross,
then the job was finished and then grace came. And he won Satan. But before that, the story is that then everything, when Jesus is here, then he's under this law. And then everything changed when he went on the cross and he rose again, and then he saved us. That's the message. Og eins og það að Guð var að sýna okkur, Jesú var að sýna okkur hvernig þetta virkar allt og kemur með nýtt, skilurðu, og þegar hann fer á krossinn þá fullkomnar hann verkið, vinnur Satan og leysir okkur undan honum og kemur með náðina inn. Og þetta lestu beint upp úr ritningunni, en það eru mikið af fólki sem er að reyna að halda þér í einhverju fangilsi til þess að reyna að gera eitthvað annað, og það eru mikið af kúltúrkirkjum sem eru þannig. Og það eru 212 kristnar kirkjur með misjafna túlkun á orðinu. Sem sagt 212 misjafna trúr, en segjast allir trúa á það sama, og þeir segja að þeir trúa á Jesú en túlka Jesú á misjafna vegu. It's like 212 religions, Christian churches of 212, but with different different beliefs and how they perpetrate Jesus. Some churches talk to him as a man, some talk to him as a God, and this is like they're mixing things up. That's why we are doing this here, and it's like, for me, this is simple. Like from the beginning of the church, there is one God. There is the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. And now we are gonna end this with the prayer that Jesus taught us, and we have the first one. This is, we have mentioned this. You can see this. I mentioned this from, because it's a little bit different in our, when we read it, when we go with the prayer that Jesus taught us. And I'm not gonna go over this now. No. I'm not gonna tell you go over this. You can watch the prayer before. Yeah. On YouTube. On YouTube, I told the different what they, how they, on Instagram, how they changed the prayer that Jesus taught us, because he's never gonna lead us into temptation. He's never gonna lead us into temptation. So this is in the new one, but the older one is hold us from temptation. So we have it, hold us from temptation. It's the original thing. So we have it right. Og náttúrulega fallega kona mín enda þessu á Faðirvorinu. She's gonna let us with the prayer that Jesus taught us. In Jesus' name, Amen. Amen. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomin þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð, og fyrirgef oss våra skuldir og våra skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu,
því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. And we are gonna see you tomorrow. Yes. Probably about the same time, and we are gonna let you know. Og við verðum örugglega á svipuðum tíma á morgun, og if you have questions, you can send us in private messages, and we will answer them. And þið getið senda okkur einkaskilaboð og við munum ansa spurningum ykkar, og velkomið að spyrja okkur spurningar. Og svo tökum við annars lagið, þá tökum við og tölum hér og þá getið sendt spurningar og við svörum því hér, og þá hefur við þetta svolítið lengra, og það er svona skemmtileg stund að vera að ræða við ykkur hér, hópurinn okkar sem er hér á, og við elskum ykkur og eigið yndislegan mikudag. Have a wonderful Wednesday, and God bless, and we love you here from Iceland, og við elskum ykkur frá Íslandi. Yes. Og segjum bye bye. Bye, love. Elskum ykkur, bye. Já, stöðum á. Aha.